Góðan daginn, kæru systkini. Velkomin til okkar hérna á þessum hvíldardegi. Bæði þið sem eru hérna hjá okkur og einnig þið sem eru á netinu. Bara sólin skín á okkur í dag og þetta bara lítur vel út. Ég ætlaði bara, áður en við byrjum, þá ætla ég bara að minna á að búðin okkar hérna, allt mögulegt búðin, hún er opin á þriðjudögum og fimmtudögum á milli 2 og 6. Og við bara munum það. Við skulum byrja þessa stund á því aðeins að Einar, ætlar þú að koma á? Okay. Við skulum byrja þessa stund bara á því að hafa stutta bæn ef við lútum höfði. Kæri himneski Faðir, takk fyrir að gefa okkur þessa stund, takk fyrir að gefa okkur hvíldardaginn. Hjálpað okkur að taka eitthvað jákvætt með okkur í dag. Ég bið að blessa þessa stund, blessa ræðumanninn og vera með okkur hérna og vera einnig með þeim sem ekki komast. Við leggjum stundina og daginn í þínar hendur. Í Jesú nafni. Amen. Þá ætluðum við að syngja sálminn númer 343. Ég elska þig, Jesú. Fjörutíu. Við tökum ekki upp gjafir, við erum með posan hérna frammi og hérna tökum við frjálsum framlögum þar, annars vegar til kirkjunar og hins vegar það er 13. hvíldardagurinn hjá okkur í dag og þá er alltaf sér samskot og í ár eru þetta menntastofnanir og svona heilsustöðvar og ýmislegt í Brúnei, Myanmar, Papúa Nýju Gíneu. Þannig að við munum það bara að þetta fer á góða staði. Við skulum aðeins lúta höfði. Kæri himneski Faðir, ég ætla að biðja þig að
blessa þessa gjafir, þessi framlög, viltu margfalda þetta og viltu hjálpa að þetta komi að góðum nótum. Biðjum að blessa glaða gjafara, í Jesú nafni, amen. Núna ritningalesturinn sem að hann Einar Valgeir hefur valið handa okkur Títusarbréfið 2. kafli 11. til og með 13. vers. Við skulum rísa úr sætum. Því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Hún kennir okkur að afneita óguðleik og veraldlegum girndum og lifa hógværlega, réttvíslega og guðrækilega í heimi þessum. Í eftirvæntingu okkar sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsari vor, Jesú Kristur, opinberist í dýrð sinni. Við skulum lúta höfði. Kæri himneski Faðir, takk fyrir að senda okkur þennan fallega boðskap. Viltu blessa þessa stund, viltu hjálpa okkur að opna hjört okkar fyrir þínum heilaga boðskap. Viltu hjálpa okkur að taka á móti hinum eilífa fagnaðarerindi. Blessa þá sem eru hér og einnig þá sem ekki komast af hinum ýmsu ástæðum. Leggjum stundina og daginn í þínar hendur. Ræðum manni líka í Jesú nafni. Amen. Gjörðu svo vel, fáðu ykkur sæti. Þá ætluðum við að syngja sálm númer 404, Við krossinn. komið að honum Einari Valgeir að tala til okkar og hann ætlar að vera með barnasögu líka. Gjörðu svo vel, Einar. Komið öll sæl, gott fólk, bæði þeir sem eru hér og aðrir sem eru að horfa. Já, krakkarnir, börnin. Það er svo langt síðan ég hef sagt þessa sögu að börnin hafa ekki heyrt hana áður og þið sem eru eldri, það er svo langt síðan ég hef sagt þessa sögu að þið munu ekki muna eftir henni. En þetta kom fyrir móður barnanna minna, sem alltaf var kona mín, þegar hún var krakki.
með fjölskyldur sinni og þau eru að fara í lautarferð eins og við köllum þetta oft, piknik, út í skóg. Þetta var í Ameríkunni. Og þau koma þar á ákveðin stað sem að þau vissu að væri vinsælt staður fyrir svona lagað, borð til þess að sitja við og borða og hægt að hafa það þægilegt. En það var skiltið þarna sem að sagði ekki gefa björnunum að borða. Það voru skógarbirnir þarna, ekkert svo stórir og ekkert svo hættulegir, en skiltið sagði ekki gefa björnunum að borða. Sakleysislegt svolítið sko. Kannski var verið að meina að þeir væru orðnir saddir, ég veit það ekki, væru búin að fá góðan morgunmat. En skiltið sagði ekki gefa björnunum að borða. Nú þau finna sér þarna borð og fjölskyldan kemur sér þarna að borðinu og það næri, og náttúrulega þegar Ameríkanar fara í svona lautarferðir að þá það sko stórt bílskott af mat sko, og þú borðar ekki nema 10% af því, svo ferðum við hitt heim, en alltaf nóg, jafnvel fyrir gesti og gangandi og byrni líka. Jæja, en þau koma sér fyrir þarna og svo kemur þarna einn björn að, vínalegur og fallegur og allt það sko, og ekkert svo stór. Og tengdapabbi, honum fannst björnin svo sætur og góður, hann myndi aldrei vera neinu vandræði þessi, svo hann gefur honum smávegis og björnin mjög ánægður. Svo borðar hann meira og fær meira og mjög ánægður og svo fara hlutinir að breytast. Því að björnin komin alveg að borðinu og hann komin upp á bekkinn og hann rýkur upp á borðið og hann fer að róta í öllu saman og það náttúrulega bara hverfa allir frá borðinu eins og ég veit ekki hvað og hlaupa í burtu og þannig eru kringumstæðurnar algjörlega búin að breytast. Þessi fallega, rólega lautarferð og allur maturinn og drykkirnir þarna komnir og það á að fara að njóta þess. Og svo þetta skilti þarna sko ekki gefa björnunum að borða, en það allt í lagi sko, ég ræði alveg við þetta, hefur tengdapabbi allt í lagi að gefa, nei, björnin tók yfir og þau þurftu að hlaupa í burtu og það sem þau sáu þegar þau hurfu sko eftir einhverjum stíg frá svæðinu, það var það að björnin var þarna upp á borðinu alveg á fullu, rótandi í öllu og brjótandi upp og étandi eins og ég veit ekki hvað sko, að þetta var búið sem matartími fyrir fjölskylduna. Og þau hlupu og fengu hjálp hjá verðinum, það var vörður hérna, og hann spyr hvað hafi gerst og þau segja honum það. Hann þurfti ekki að segja voða mikið. Hvað stendur á skiltinu? Hvað stendur á skiltinu? Og þetta var svo góð leksía bara fyrir börn og fullorðna að fara eftir leiðbeiningum. Og þó við skiljum ekki alltaf ástæðuna, þá ástæða fyrir því að það á að gera ýmislegt á ákveðin hátt en ekki á einhvern annan hátt. Það ástæða fyrir því að við erum með lög og reglur og leiðbeiningar og Guð hjálp okkur til að vera skynsöm í því en að vera ekki eins og tengdapabbi við björnin. Jæja, gott fólk. Þá sný ég mér að þeim sem eru aðeins eldri og maður var að hugsa eins og svo ofta áður og maður hefur kvartað yfir áður, við sem eru búin að tala alla ævina og predika, hefur þú talið það Eirík nokkuð tímann, hvað hefur predikað oft? Hvað áttu margar ræður hérna? Jæja. Hvað þurfum við að segja sem er nýtt fyrir okkur sjálfa en líka fyrir fólki sem að hlusta á okkur? Maður lærði ræðuvinnslu á Newbold í Englandi þegar maður var þar í guðfræði og þar man ég vel eftir Roy Graham og Robert Zamora og sem að þeir mjög góðir kennarar í sambandi við þetta, hvernig á að undirbúa ræður og svo framvegis.
Og ég man eftir áherslunni einni, það var það að á morgnana þá er friður hjá þér til þess að undirbúa þína ræðu, til að lesa og svo framvegis. Og í þá daga náttúrulega þá var konan alltaf heimavinnandi, þannig að nútíma konur þið móðgist ekki, það náttúrulega eru allir að reyna að móðgast í dag sko, yfir öllu sko, en í þá daga þá var það þannig að konan var heimavinnandi og þessi kennari var að segja við okkur, láttu konuna svara símanum og hleypa engum að þér meðan þú ert að vinna þína vinnu við að lesa og undirbúa ræður að morgninum til. Síðdegis þá myndi presturinn fara í heimsóknir og svoleiðis, en að morgninum til þá ertu að vinna í ræðugerð og slíku. Og þú hleypir engum að þér, þú segir konunni það, og hún náttúrulega hlýtur að þurfa að hlýða þér, þú segir konunni það að það er enginn sem kemst að þér gegnum síma nema hver? Formaður samtakana auðvitað, yfirmaðurinn, enginn sem kemst að þér nema hann. Og málið er að áherslan var þetta, þegar þú ert undirbúa ræðu þá ert að lesa, þú ert að rannsaka, þú ert að undirbúa þig, mikilvægt að undirbúa ræður. Já, ég vann með Bill í byggingavinnu, já, í húsagerð og byggingavinnu í Bandaríkjunum 2-3 sumur. Þetta var hress náungi, líflegur, skemmtilegur. Ég hefði viljað sjá hann í predikunastóli því hann var líka preacher sem kallað var. Það er að segja hann predikaði og hafði með söfnuð að gera en hann vann fulla vinnu sem smiður, líflegur gaur og við vorum að tala einhver tíman predikanir. Hann sagði, ég undirbúa, sagði hann. Nei, hann sagði, ég undirbý mig aldrei. Ég labba bara í predikunastólinn, svo býð ég eftir því að heilagur andi taki yfir. Og hann opnar bara munnin og svo bara talar hann. Ekki verið að skipuleggja mikið, ekki margir punktar á blaði, það þurfti enga. Og þetta voru svona hínar öfgarnar sko, að þú bara segir það sem að allt í einu þér dettur í hug þegar þú ert staðinn upp. Einn prestur, hann benti á það, og ég nefndi þetta einhvern tímann áður, hann benti á það að vandamál margra presta í almennkirkjunni væru gulusíðurnar. Þið munu gulusíðurnar í gamla daga í símaskráni, hann sagði gulusíðurnar. Við Erik vorum báðir á þessu námskeiði í Englandi þá og það voru gulusíðurnar. Þegar hann var spurður að því hvert væri svona helsta vandamál presta, aðventpresta þeim tíma, gulusíðurnar, og menn bara, gulusíðurnar, það eru gulusíðurnar sem eru dregnar fram á föstudagskvöldi, gamlar ræður athugið, gulusíðurnar sem eru dregnar fram á föstudagskvöldi til þess að predika daginn eftir, dregnar fram eins og gömul Campbell-súpa sem er svo upphituð. Hann hafði ekki mikla virðingu fyrir því að redda sér þannig með gamalli ræðu kvöldið áður. Hvað segir maður að viti og hvað segir maður að gagni við fólk eins og ykkur sem að flest hafa hlustað á mörg hundruð ræður, ef ekki fleiri. Það eru til marga tegundir ræða. Þú ert með rannsókn á texta, það sem að texti er krufinn til mergjar, biblíutexti. Eða þú getur verið með boðun einhvers konar. Þú getur verið að fara yfir einhverja kenningar eða eina kenningu í einu kannski í ræðu. Eða þú tekur eitthvað ákveðið efni fyrir, kannski svona almennt efni, eins og ég er að gera núna. Og hvað með svona lengd ræða? Einhver sem á minningu mjög langa ræðu einhver tíman. Og það má alveg segja upphátt sko, 50 mínútur eða eitthvað svoleiðis lag. Er einhver sem er með eitthvað? Ég heyrði konu tala einu sinni í 2 klukkutíma. Það var reyndar á móti út í Bandaríkjunum og hún var að segja frá reynslu sinni sem ungliði í nasistarhreyfingunni. En þetta var ekki beint ræða, en maður gat hlustað í 2 klukkutíma. Það var svo magnað. Hún skrifaði bókina Hansi, held ég, eitthvað svoleiðis. Lengd ræðana, já.
Og svo endurtekning, mönnum hefur orðið á að endurtaka, það er mjög oft sem við endurtökum efnið okkar. Eitthvað efni sem er okkur hugleikið kannski í mörg ár, eitthvað sem kannski með samskipti, ég hef fundið það í mér að ég er ofta að predika samskipti. Einhvern veginn. Og þá kannski hljómar að eyrum sumra, já, ég hef nú heyrt eitthvað af þessu áður hjá honum. En þú kannt að fyrirgefa. Clarence Macartney, hann predikaði í 40 ár sömu ræðuna frá 1915 til 1955, sömu ræðuna sem að hét á ensku Come Before Winter. Flýt þér að koma fyrir vetur. Páll er að skrifa til Tímóteusar í öðru Tímóteusarbrefi og segir við hann, komdu fyrir vetur, flýt þér að koma fyrir vetur. Þessi prestur, hann fékk þá hugmynd, ég ætla að ná til þeirra sem voru að læra heilbrigðismál, læknar, hjúkrunarkonur og svo framvís í háskólunum þarna í kring, láta þá vita og bjóða þeim bara. Hann bauð þeim alveg sérstaklega. Til að gera langa sögu stutta, þetta varð hefð, hann predikaði þetta eins og ég sagði í 40 ár, svona í október. Og þetta var ræða sem hafði það að fjalla að gera eitthvað áður en það verður of seint. Og þá oft í sambandi við samskipti, vini, fjölskyldur og svo framvegis. Flýt þér að koma fyrir vetur. Hvað hendar ykkur? Ég hugleiði það oft þegar ég beðin að predika, og nú er ég vanur að predika, síðan maður var bara tvítugt, en ég var að hugsa það meira og meira hvað hendar fólkinu sem ég er að tala við. Er ég á þess að gera mig grein fyrir því bara að tala alltaf eins, segja það sama, og maður er meðvitaður um þetta, og það er von með að maður er meðvitaður, allavega, með meðvitund, fyrirgefið því. Já, hvað hendar ykkur? Núna er ég með almenna umfjöllun, ekkert mjög langa, sem leiðir til ákveðins texta og eins vers, og nokkura orða, þau eru 4 reyndar, þau eru 4. Fæst er varanlegt. Tímabil lífs okkar, tímabil þjóða, tímabil heimsálfa, heimsins. Saga alls og allra er í tímabilum. Og tímabilin þau koma og fara svolítið hratt. Og hjá mér til dæmis núna, þá er ég að vinna úr einhverju, að ég er að fara úr því húsi sem ég er búin að eiga heima í núna í 31 ár, sem ég ólst upp í þegar ég var, frá því ég var 2 mánaða gamall og var þar í 20 ár. Ég er búin að vera þarna yfir 50 ár í þessu húsi og nú er dóttirinn að taka við því og þetta er mjög sterk tímamót á minni ævi. Ég er búin að vera í 30 ár og með frúna sem ég flutti inn frá Dubai, ég er að tala um tíkina mína, hún heitir Lady, með frúna frá Dubai og hún er búin að venjast þessu þarna, en nú eru komin tímamót. Tími allra, tími þjóða, tími okkar mannverana, hún er öll í einhvers konar tímabilum og svo koma krossgötur eða breyting og svo framvegis. Og það undirstrikar það að fæst er varanlegt, flest breytist. Og stundum eru mikla breytingar. Náttúruhamfarir, stríð, plágur, veikindi. Svo bara er það ekki alveg undravert hvað við eldumst hratt, við sem erum orðin eldri. Hvað tíminn er fljótur að líða, hvað það er búið að líða hratt síðan við vorum 50 bara.
Þetta er alveg magnað, sko. Þetta er alveg magnað. Og verkefni svo lífsins og hvers tímabils, þau eru mismunandi sem einstaklinga eða félaga, bæja, landsvæða, landa, mismunandi verkefni á mismunandi tímum. Svo það eru tímabil og það eru mismunandi verkefni sem þarf að sinna. Og lífslaupið, það er að mörgu leyti ævintýri. Það eru svo margar gleðistundir. En við höfum öll, örugglega öll, nema kannski yngstu börnin, upplifað áföll. Einhvers konar áföll, sjúkdóma, vonbrigði, vonleysi, því að ekkert gott eða fátt gott er varanlegt, algjörlega varanlegt. Við höfum upplifað vonbrigði, veikindi kannski meiri við eldumst, og við sem að þekkjum til ritningarinn, við kannski hugsum orðasambandið úr predikaranum áður en að vondu dagarnir koma. Það ekki? Og í lífslaupinu okkar, þá er svo mikilvægt þessi að hafa í huga þessi 3 L. Það er að segja lífssýn, lífsstefnu og lífsvenjur. Gott, árangursríkt líf hlýtur að mótast af lífssýn, lífsstefnu og lífsvenjum, það sem ég geri frá degi til dags. Þetta hlýtur að skipta geysilega miklu máli og gott fyrir okkur að hugsa stundum þetta. Hvað er sígilt? Hvað skiptir máli? Ef að það kæmi til okkar núna 15 ára barnabarn og segði: afi, hvað skiptir mestu máli í lífinu? Hverju myndu þið svara? Ef við gerðum núna lista með 5 atriðum sem að okkur þætti mikilvægust í lífinu, hvað myndum við skrifa? Það getur verið gaman stundum að gera svona æfingu bara heima. Hvað er það mikilvægasta? 5 mikilvægastu atriðin, eða 7 eða hvað sem í lífinu. Við myndum örugglega mjög mörg hafa það sama. Alveg örugglega. Almennt séð þá myndum við mörg okkar, flest okkar, ef ekki öll, koma inn á svona almennt eins og vináttu, samveru, góðmennsku. Og aðrir sem eru svona á trúarlegu sviði, þeir myndu kannski tala um trúna og samkomur og trúsystkini kannski. En í þessu öllu saman þá er svo margt sem er óhjákvæmilegt. Áföllin, slysin. Núna var sæmilega þekktur einstaklingur, læknir, kona, að tjá sig í fjölmiðlum daginn hennar áfall við að uppgöta að hún væri með Parkinson. Allt og ung. Allt og ung. Þannig presturinn rétt fyrir neðan, maðurinn hennar, Hjörtur Magni. Títusarbréfið, nú er ég komin í Títusarbréfið, það er fyrir eitthvað stutt bréf, 3 kaflar. Títus er ekki nefndur í postulasögunni, en hann er nefndur í Galatabréfinu 2. kafla, þar sem hann er með Páli í Jerúsalem, á postulafundinum fræga 49 eftir Krist. Þetta er í postulasögunni 15. Og hann fer svo sem sendiboði Páls til Korintu, það er í 2. Korintubréfi. Og Títus er eins og Tímóteusarbréfin, kölluð hirðisbréf, hluti af hirðisbréfunum, og mjög athyglisverð mynd af frumkirkjunni sem er dregin fram þarna í leiðbeiningum Páls til þessara ungu manna. Og það er fjallað eiginleika leiðtoga.
og talaði að breyta samkvæmt hinni heilnæmu kenningu. Krít, þarna fyrir utan Grikkland, hve margir hafa komið til Krítar? Einhverjir hérna? Já, alveg dásamlegt að vera þarna. Krít er eitt fyrsta landi til að heyra boðskapinn, því það voru Krítverjar sem voru á fundinum á hvítasunudaginn þegar Pétur predikar. Og í Títus fyrsta kafla þá fjallar Páll hérna Krítverja. Og þetta er svolítið skemmtilegt að sjá bara, við erum að tala Biblíuna, heilagt orð Guðs, jú, og allt það sko, en Páll þarna, hann tjáir sig þarna ófeiminn og ég er að pæla, skyldan hafa sett broskalla á eftir því sem hann sagði þarna. Það voru ekki broskallar þá, ég veit það, en eitthvað svoleiðis lagað. Því hann segir í fyrsta kafla Títusar, einn landi þeirra, það er að segja Krítverja, hann er að skrifa til Títusar og Títus er á Krít og Títus er yfir kirkjustarfin á Krít. Einn landi þeirra, Krítverja, þeirra eigin spámaður kallar hann var ekki spámaður, þetta er Epimenides frá 7. öld fyrir Krist. Þeirra eigin spámaður sagði Krítarmenn. Krítarmenn eru síljúgandi, óargadýr og leti magar. Ef einhver ykkar stæði upp á eftir og sagði þetta sandgerðinga, ég ætti svolítið erfitt með að taka því. Að sandgerðinga séu síljúgandi, óargadýr og leti magar. Þetta er svolítið sterkt til orða tekið bara heila þjóð. En hann er að vitna í eitthvað sem að fólki þekkti og það var orð Epimenidesar. Og svo heldur hann áfram og segir, þarna er þeim rétt lýst. Hann er að meina þetta. Þarna er þeim rétt lýst. Fyrir þá sök skalt þú vanda harðlega við þá til þess að þeir hljóti heilbrigða trú og gefi sig ekki að bábiljum, gyðinga og boðum manna sem fráhverfir eru sannleikanum. Og ég hugsa með mér, þetta er alveg magnað, hvað hann tekur sterkt til orða og bara leggur spilin á borðið og það er ekkert verið að læðast í kringum þetta eins og köttur í kringum heitan graut, það er bara sagt beint út. En svo sjáum við í Títusarbréfinu í öðrum kaflanum, 11. versi og þarna áfram, og þetta er svo skemmtilegt með bréfin, að höfundar bréfanna í Nýja testamentinu, þeir eru svo ofta að fjalla bæði praktísk mál sem tilheyra söfnuðinum sem þeir eru að skrifa til, en þeir eru líka að tala háguðfræðileg atriði, kristilegt líferni, trú og svo framvegis. Og þetta var hann að segja áðan í fyrsta kaflanum Krítarmenn, síljúgandi, óargadýr og letimagar. Svo í öðrum kaflanum, og þá er ekki langt í lok bréfsins, það er svo gaman að skoða hvað þessi menn segja í lok bréfanna. Því það er svo oft praktískt og flott og einfalt en djúpt sem að þeir segja. Því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Þetta er engin smá pakki. Hún kennir okkur að afneita óguðleik og veraldlegum gyrndum og lifa hóglátlega, réttvíslega og guðrækilega í heimi þessum. Það er að segja, náð Guðs, hún ætlast til ákveðins lífernis og viðhorfs. Í eftirvæntingu okkar sælu vonar, þannig er vonin komin inn, að hinn mikli Guð og frelsari voru Jesús Kristur opinberist í dýrsinni, endurkoman. Sjáu þið hvað hann tvinnar saman hérna, náð Guðs til sáluhjálpar öllum mönnum sem þýðir að við afneitum því sem að slæmt er og lifum hóglátlega, réttvíslega og guðrækilega í voninni opinberunina, endurkomuna. Þetta er ekkert smávegis í þessum örfáu línum.
Hann gaf sjálfan sig fyrir okkur til þess að hann leysti okkur frá öllu ranglati og hreinsaði sjálfum sér til handa eignarlíð. Og aftur tekið á þessu, hvað Guð hefur gefið manninum, hvað Guð hefur gefið hverjum og einum einstaklingi. Gaf sjálfan sig, leysti okkur undan fordæmingu syndarinnar og hreinsaði okkur vonandi eignarlíð. Og það eru 4 orð sem ég ekki búin að lesa úr þessum hluta. Og ég með þau í rauðu hérna hjá mér, því að þetta svo sterkt hjá honum Páli, hvernig hann byggir þetta upp. Náð Guðs, sáluhjálp, lifnaður kristinna manna, réttvís lifnaður, vonin, endurkoman, Guð gaf son sinn, hreinsað okkur. Og allt þetta, allur þessi pakki, nú koma rauðu orðin, kostgæfin til góðra verka. Það er að segja hæf til góðra verka, góð til góðra verka. Hugsið ykkur þennan bakgrunn, alla þessa guðfræði, háleitu guðfræði, náðin, sáluhjálpin, líf hinna kristnu, endurkoma Krists, vonin, eignarlíð, sem kostgæfin til góðra verka. Þetta svo stórkostlegt, þetta pakkað inn í svo mikla guðfræði og stórkostleg mál trúarinnar, og svo kemur þessi punktur út úr. Þarna þessi litli merkimiði utan á þessari fínu fallegu guðfræði sem segir: góðu verkin, vertu eins og maður við fólk, hugsaðu hverjum þú getur sinnt, tekið utanum, heilsað, heimsótt, því að nóg af fólki sem ekki að fá neitt af þessu. Kostgæfin til góðra verka. Og hann heldur áfram, og nú Páll að segja svo: tala þú þetta, nú ég að því, ég að hlýða Páli, tala þú þetta, segir hann, og uppörfa og vanda með allri röggsemi. Lát engan lítið sem vera þig. Hann var ungur, hann Títus, þannig að hann svona að segja, heyrðu, þú skalt leggja áherslu á þessi stórkostlegu guðfræðilegu atriði til þess að fólkið sé almennilegt hvert við annað, kostgæfi til góðra verka, og þó að þú sért ungur, þá skaltu samt halda þessu á lofti. Og við sem lesum svona, oft svolítið hratt yfir kannski á þess að taka eftir hvernig málið byggt upp. Við kannski sjáum hérna eitthvað fyrir okkur sjálf. Hvert á sínu sviði. Bara þegar afi og amma voru orðin gömul og ein heima í klöppinni, sem ég var ekki heima í þá, en heimsóknirnar þeirra Stebba og Öllu á hvíldardögum oft, hvað gerði mikið fyrir þau. Bara það að kíkja við, spjalla, góðverk, verum kostgæfin til góðra verka. Hver verða þín góðu verk í næstu viku? Kannski viljum við hugsa og skipuleggja eitthvað smá. Hver verða góðu verkin þín í dag? Eða bara á eftir? Verum kostgæfin til góðra verka. Við erum sköpuð fyrir það. Það pakkað inn í
stórkostlegustu sannleika ritningarinnar elsku Guðs okkur til handa eilíft líf og endurkomuna. Kostgjafinn til góðra verka pakkað inn í þetta allt saman. Þetta ekki alveg magnað? Guð blessi hvert og eitt ykkar. Amen. Þakka þér fyrir Einar Valgeir fyrir góð orð. Þá er komið að loka sálmunum. Við skulum syngja sálmun númer 430. Elska til þín. ætla ég bara að þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna og öllum sem að horfðu á okkur og komu að þessu á einhvern hátt. Bara takk fyrir í dag. Hann Einar Valgeir ætlar að enda með blessunarorðum. Já, kæri vinir, ef við höldum héðan og út í góðaverið eftir að við förum inn í góðamatinn, það ekki? Að þá vona ég að Guðs blessun fylgi ykkur öllum
og ykkur sem eru að horfa á líka, og megi náð Guðs leiða ykkur í dag og áfram til þess að vera kostgæfin til góðra verka. Amen. Endilega, það smávegis að natta í hérna, það smá fyrir bíl.